Heil og sæl. Gestur minn í dag heitir Valdís Ösp Ívarsdóttir og fíknifræðingur og starfar með sína stofu í Reykjavík og við ætlum bara að ræða ýmislegt sem tengist auðvitað fíkn og kvíða og svona andlegri heilsu og ég var bara svo forvitin, mér langaði svo að fá hana til mér í þáttinn af því að ég hef aldrei spjallað við fíknifræðing í þessum þætti hérna og mér langaði svolítið til þess að svona heyra hvers konar mál hún að fást við í sínu starfi og ræða þau og kvíðan og ýmislegt fleira. Bara velkomin, Valdís. Takk fyrir. Þú heyrir það, ég var ekkert búin að forma þetta neitt rosalega vel, en ég fannst bara fyrst og fremst áhugavert af því að sko, þú ert að starfa við þetta og hefur sko, sérhæft í þessum málum að bara spjalla við þig. Segðu mér aðeins og okkur áhorfendunum sko, frá þínu bakgrunni. Hvað, sko, þín menntun og þinn bakgrunnur, hver hann? Sko, ég einmitt hérðan frá Akureyri og stúdent hérna frá VFMA. Svo fór ég í suður og fór í táknmálsfræði í háskólanum og kynjafræði og svo endaði ég með að taka BA-próf í guðfræði. Og eftir það þá fórum við hjónin svo til Ameríku og þar fór ég í mastersnám á Hazelden í fíknifræði. Já, Hazelden, það náttúrulega margir sem þekkja það eða kannastu þetta heiti, þetta mjög þekkt meðferðarstofnun, Já, þetta sjúkrahús og háskóli já. Og vinnur það saman, þannig að námið mjög samblandað af verklegu og bóklegu. Já. Og svo kemur þú heim og þú raunir bara fljótlega sko opnar þína stofu og hefur, það ekki bara nóg að gera í því að taka viðtöl og annað. Sko hvers konar mál, ef ég spyrði nú bara svona stóra spurningar, sko hvers konar mál að komin á borð til þín, hvað að fást við í þínu starfi, svona dagstælega? Sko við erum náttúrulega, ég rekum stofu sem heitir Sjalom og það svona mjög heildræn nálgun, þannig að ég að fást við mjög margt og kannski sko mín lína í námin úti að ég tók mikið svona línu sem í samtöku við fjölskyldu og ofbeldi. Þannig að ég mjög mikið með líka aðstandendur og þá sem að bæði fíklar og meðvirklar. Þar sem að við erum að fást við bara allt það sem að kemur út úr því að sérstaklega alast upp inn í sko fjölskyldukerfi sem veikt. Og þaðan náttúrulega bara mjög margt að fást við. Fólk að verða fyrir ýmsum áföllum þarna inni og einnig líka bara að það verður auðvitað svo mikil kvíði úr þessum áföllum og eins líka bara tengslin inn í þessum fjölskyldum og tengslin oft dálítið erfið og verða veik oft. Þannig að það kemur bara, margar afleiðingar sem koma út úr því og þannig að ég með svolítið breytt spektrum í því hvað ég að vinna við. Sko. Það þá kannski svolítið þannig að fólk kannski að glíma við kvíða sem að svona stigmagnast hjá því og það fer að leita sér hjálpar við honum sem slíkum og svo kannski kemur það til þín og þá það kannski meira farið að skoða þú veist, hver ástæðan fyrir því að ég svona kvíðin af því að sko af því það kannski bara, ég veit það ekki, þú veist, lokað á ákveðnar minningar eða ekki náð að lesa í ákveðnar aðstæður sem það var að alast upp við sko fyrir en það orðið fullorðið. Já, og einmitt eins og þú segja, þú veist að það eiginlega þannig að við vitum ekkit endilega hvað við erum að díla við. Við bara vitum okkur líður ekkit sérstaklega vel alltaf og það náttúrulega mjög margir sem að vita ekki að þau eru kvíðin. Þau koma og þau greina ekki hvað eru kvíðamyndir og eins líka bara oft vitum við ekkert ef við erum alin upp inn í fjölskyldum þar sem eru fíknir að þá vitum við ekkert almennilega, við erum oft orðin svo fullorðin þegar við bara getum viðurkennt að það hafi verið fíkni ástand eða kerfið okkar hafi verið brotið og þannig okkar öryggiskerfi og þarna elskum við alla og þetta fólkið okkar og eðlilega líkaminn okkar búin að setja á sig varnarkerfi sem hjálpar okkur inn í þessum aðstæðum og þannig að við erum oft bara dálítið ómeðvituð það hvað það af hverju einmitt eins og segir, af hverju líður mér svona. Og hver, sko, sem maður spyrir bara beintu það, ég meina,
hver geta þessi, sko, hver eru svona, sko, hvernig getur kvíðin birst og þannig að fólk kannski áttar sig ekki á því að það er kvíði en bara því líður illa. Hvað getur verið, hverja geta verið birtingamyndir þess? Já, vegna þess að sko, kvíðinn, hann í rauninni, sko, ef við höldum okkur bara við hvað gerist inn í tengslunum oft, auðvitað mismunandi á hversu alvarlegt eða hversu erfitt fjölskyldumunstrið, hversu mikið það hefur brotnað. En sko, en tengslin, ef að þau hafa ekki orðið alveg heil, vegna þess að bara foreldrið einhvers konar fjarverandi eða ekki til staðar á einhvern hátt og þá oft tilfinningarlega, að sko, og líka bara fjarverandi, að þá verður til þetta óöryggi inn í okkur. Og svo smá saman þá fer það að aukast og breyta svolítið myndir. Þannig oft þá förum við að verða mjög stjórnsum. Og það getur verið einn birtingamyndin. Já, það getur verið nefnilega einn birtingamyndin og við viljum fara að hafa hlutinu dálítið vel í reglu og setja allt svona á sinn stað og allt þarf að vera svolítið, allir þurfa að vera með okkur í liði og ekki örugglega allir búnir að samþykkja mig og nokkur á móti mér og ótti við áliti annarra fyrir að verða mjög hár. Þannig að við förum ofta að þjóna mjög mikið og svo líka inn í þessum fjölskyldugerðum og það sem gerist oft það að við förum í báðar áttir og eins og ég segi, sko, við erum ekkert sérstaklega við erum mjög svart eða hvítt fólk, við erum ekki mjög grá. Nei. Það ekki mjög mikil miðja í okkur. Annarkvort erum við bara mjög þjónandi eða mjög sko, svolítið að rebella og eigum erfitt með að þjóna og eigum erfitt með að taka ábyrgð og þú veist þannig að þetta eru þessar öfgar inn í kvíðanum og þú veist þannig að þess vegna til dæmis sko oft talað það þegar kvíðin heldur áfram þá förum við bæði inn í fullkomna áráttu og svo frestunaráráttu. Þannig að þú veist að við erum oft svona svolítið sko og sama manneskjan getur verið með hvort tveggja. Frestunaráráttu og fullkomnaráráttu. Bara þú veist á sama klukktíma. Já, nákvæmlega. Þú veist þannig að við erum að og þessi kvíði, þú veist að einmitt frestuna-áráttan, þú veist, maður kannski bara eitthvað að fara að hringi í Diddu og maður hugsa með sig bara, af hverju hringi ég ekki í Diddu? Þú veist, bara ég veit að Didda ég er bara að fara að eiga gott spjall við Diddu og það ekkert að frétta, skilur. En maður næri ekki einhvern veginn út að mér vantar tengsl. Mér vantar það upprunalega hefur mér mögulega ekki verið fylgt eftir í því að styðja mig til þess eins og til dæmis bara læra heima, að styðja mig í því. Foreldri kom í tengsl við mig eða umönnunaraðili og fylgi mér eftir í áhugamálum, félagskerfinu mínu, skilji allt þetta. Það svolítið, mér langar svolítið að grípa þetta á þess að vilja vekja fólk með fólki sektarkennd. Sko að því að fólk heldur ofta ef eitthvað hefur gerst í bernsku sem valdi kvíða seinna meir þá hljóti það bara að vera eitthvað rosalegt, sko, bara svakalega dramatískt sem hafi gerst. En það ekkert, sko, ég meina, við getum eiginlega bara öll sem foreldri verið að gera þessi kannski mistök eða þessi vera vanhugsað hjá okkur. Þetta þarf nefnilega ekki alltaf að hafa verið eitthvað sem við jafnvel áttum okkur á sem foreldri værum að gera. Þessi svona tilfinningaleg vanræksla sem við áttum okkur ekki á að við vorum að gera óvart. Er það ekki? Sko, og eins líka sko, eins og með það að sko við erum jú bara heil öll sömun og aftur í minni á það að við erum að tala um gott fólk með erfiðan sjúkdóm og úr því verða til erfiðleikar og við erum ekki að dæma, við erum að reyna að skilja betur og þannig að einmitt þarna þá kannski þurfum við að skilja okkur betur og þá þurfum við ofta að kíkja tilbaka og sjá svolítið hvað lærði ég, hvað á ég í farteskinu mínu, hvað í minni ferðatösku sem ég get nýtt mér í mínu uppeldi og þú veist og þannig að auðvitað eru við alltaf sem foreldrar að gera okkar besta. Það bara annaður undantekning. Jú, við getum elska börnun okkur óendanlega mikið en samt verið að gera eitthvað sem að getur valdið kvíða seinna. Já, eins og bara, þú veist, lítið dæmi, eins og til dæmis sko að ef við erum alltaf að segja við börnin okkar, þú veist, passaði yfir göttuna, farðu varlega, passaði nú. Að, þú veist, að þau horfa á mann svona þegar þetta svona nokkuð heilt að þá sko horfaðu á mann og segja við mann mamma er búin að segja þetta rosalega oft um mig. Einhver ástæða fyrir því, skilur þú veist. Og maður bara, já, ástæðan einmitt sko að mitt óöryggi að erfa stoltið inn í
uppeldið mitt og ég þurfti svolítið að laga það til og skilur eðlilega. Þannig að sko, þannig að einmitt eins og segir líka og svo góðu punktur hjá þér með að sko vanræksla til dæmis, tilfinningaleg vanræksla. Við tölum svona stór T og lítil T, svona stór trámu og lítil tráma, áföllin okkar. Og viðvarandi tilfinningaleg vanræksla, hún svolítið viðvarandi, hún ekki endilega stóru áföllin, þó þau séu oft líka, algjörlega inn í þessum fjölskyldum, en þá meira viðvarandi einhverjum vanrækslum sem að við verðum bara samdauna. Og við vitum ekki, eins og ég segi, við vitum ekki og þess vegna þegar fólk að koma og ég svo heppin að fá að fylgja að þá veit fólk ekki alveg bara ok, þetta þetta ekki semst gott og þá förum við tilbaka og aðeins og kíkjum hvar lærður þetta, af hverju þetta í þér? Já, merkild. En hvernig það sko með þetta með kvíðan og það sko, ég meina þetta erfist stundum milli kynslóða í raun og veru, sko, þú veist kannski eitthvað sem amma mín og afi sem dæmi hafa verið að fást við. Og foreldrar mínir gerðu sér ekki grein fyrir að hrjá þau eða valda þeim vanlíðan sko, og gátu ekki rakið það aftur. Það getur verið komið til mín og ég að fást við það. Getur þá verið mikilvægt að geta hort tilbaka og reynda að sko finna út úr því hvaða var sem gerðist og hvaða var sem að þú veist, ég meina, bara kynnast forfeðrum sínum, skilur þið, til þess að átta sig á þessu. Já, og skilja bara svolítið mitt aftur vegna þess að eins og til dæmis sko, þessi ótti við álið annara og ótti við bara svo margt sem að oft í okkur og þessi ótti eins og við erum að tala hann erfist oft, eins og bara þetta litla dæmi. Það gæti mögulega verið komið miklu aftar og gæti mögulega verið komið út frá einhverju alvarlegu áfalli sem hefur orðið til inn í mínu ættartréi og sem hefur ekki fengið jákvæða úrvinnslu áfalla. Og þar af leiðandi hefur fólkinu þar ekki batnað af afleiðingunum. Þannig að eðlilega, þú veist, þá alltaf eins og ég segi að við erum að tala um eina köku, að þá ein sneið sem að við skulum alltaf kíkja á hvaðan þetta komið, á hverju ég með þetta. Og líka svo gott að hugsa til þess vegna þess að ef við erum að díla við kvíðan, sem að náttúrulega svo stór hluti af meðvirknin okkar, Já, kvíði meðvirkni kvíði. Já, þetta svo ofsalega samofið. Vegna þess að það svona, sko, þegar við erum að verða meðvirk, þá erum við hætt að vera sjálfvirk og við erum komin í tengsl við aðra mannesku þannig að við erum orðin meðvirk öðrum og þá eins og við séum orðin rofin. Af því að við erum farin að verða meira í tengslum við hvernig líður þér, hvað vilt þú að ég segi, hvað Hildur að spá, skilurðu? Og ég alveg farin úr mínu kerfi og þá verð ég mjög kvíðin. Og þú veist, og þannig að þá fer þú að skipta óeðlilega miklu máli. Ég raun og þessi fann að stjórna líðanðinni. Já, og ég að reyna að stjórna þinni líka. Skilurðu, þú veist, þannig að það og þetta eins og við segjum, sko, að kvíðinn, það svo mikilvægt í því að við erum að byggja hann á, sko, fortíð. Við getum alveg verið hrædd og við getum alveg verið með eðlilegan ótta og eðlilegar áhyggjur og allt þetta í núin okkar, en ef við erum orðin kvíðin, ef við erum komið með einkenni af kvíða, með hnút í maganum, svefntruflanir, erfitt í sambandi við einhvers konar fíknihegðanir, kvíðin orðin hár á margan máta, sjálfsniður yfir gangi sem ein myndin af kvíða, einangrun sem mjög alvarleg mynd af kvíða og allt þetta líka hluti af meðvirkninni. Já, þú flokkar þetta svolítið sko með alvarleika kvíðans. Getur aðeins farið aftur yfir það fyrir mig? Já, það í rauninni, sko, við erum kvíðin, svo eins og ef að líkaminn okkar og í þessu rofi sem ég var að segja áðan, að þú veist, þá eins og sko að við svolítið yfirgefum smá saman líkamann okkar, einhvern veginn, færum okkur svolítið, þetta mjög myndrætt, bara til þess að útskýra þetta betur, að þá eins og við færum okkur svolítið úr kerfunum okkar, flytjum upp í skynsemiskerfið okkar og látum svo bara hlutina make a sense í lífinu. Þannig að við erum svolítið að ekki heyra hvernig líkamannum líður. Þannig að þegar hann kvíðinn, þá bara reyni ég að vera bara með þetta meira í stjórn og reyni bara að vera fullkomin líka. Og þú veist, og líta fullkomlega út og vera fullkomin í skóla og allstaðar, skilurðu.
og eða hinn öfgin, að ég bara missi og bara ákveða að taka ekki þátt í neinu. Nei. Og þannig að þessi stig, þau eru svolítið að við erum kvíðin og við föttum það ekki. Já. Þannig að hann eskalatast og á sér fleiri birtingamyndir eins og stjórnsemina og sem að fer þá aftur líka inn í stjórnleysið. Já. Og svo fullkomna áráttan og frestuna áráttan og hugsunar, þú veist, við fáum áráttu í samt við hugsun. Þrá ekki hugsunir. Já, og eins og ég kalla svona hamstursjóli, þegar við byrjum svona, já, einmitt, næst þegar ég hitti hana þá ætla ég að segja og þegar ég hitti hana þá ætla ég líka að segja og svo bara, nei, herru slaka hana og svo var aftur eftir kortir, já, og svo var ég að spá ég að líka segja, skilur við, allt þetta. Þannig að við erum orðin mjög kvíðin, svo erum við orðin svo óana með okkur að við erum komin í sjálfsniðurrif. Og fyrir maður rífa okkur niður einmitt, svo gat ég ekki sagt þetta við hann og einmitt, skilur eitthvað svona og svo einangrunin. Ég ætla bara ekki að taka þátt í þessu þá. Ég bara hætta við þetta. Skilur allt þetta lamar okkur svo, þetta er svo erfitt ástand og það er alveg gríðarlega orkufrekt. Þannig að það er svo mikilvægt að við skiljum og við komumst í tengsl við okkur vegna þess að við getum ekki lagað fullkomna áráttu fyrir við vitum á hverju við erum kvíðin. Til dæmis. Þú veist að þannig að ég hugsa með mér, á hverju er ég hrædd við að tala við Diddu? Þú veist, hvað er það? Þú stundum er það að ég hef kannski mögulega átt erfitt símtal eða erfitt samtal við einhvern í mínu upprunakerfi sem hefur verið það erfitt fyrir mig að ég hef dregið mig tilbaka og ekki þorað að vera í eðlilegum samskiptum og þar með verða pínlítið öll samskipti svolítið erfið. Ég hlusta, það er svo vandræðilegt sko, ég er alveg hlusta bara í öllum frumum líka því ég er með svo mikla símafóbíu að ringja í fólk. Já, þetta er hluti af því. Og ég bara, að ég er ekki feimin fólk sko, en það er bara ef ég á að ringja einhvern, þá getur það bara verið eitthvað og ég bara veit ekki af hverju það er. Já. En það er oft út af þessu að við höfum tengslinn í því að eitt af grunnþörfunum okkar þegar við erum að alast upp er það að foreldrar okkar og forráðamenn hafi örugglega vilja til samtals við okkur það sem við erum að díla við, það sem við erum, og mæta okkur að hafa þol fyrir því. Og auðvitað, ef að það hefur verið aftur með 100% virðingu fyrir foreldrum okkar, allra og okkur, að þá er þetta bara flókið og við þurfum að skoða þetta miklu lengra út af því að alveg svo þú ert að gefa okkur að auðvitað meikar það ekki sens að maður má segja að þú þér finnst erfitt að hringja í Diddu, skilur við. Og við bara dálítið fullorðnar og svona, þú veist þannig að þetta er ekki alveg að meika sens, sko. Þannig að við þurfum að fatta, hvað er þetta? Þú veist, hvað samskipti er þetta, hvar fór ég að bakka úr samskiptum, hvar fór ég að hætta að taka plássi mitt og gefa öðrum það og svo á ég að hringja, þá þarf ég að taka pláss. Skilju, þetta er svo samofið og þetta er svo stór hluti af meðvirkninni og kvíðin svo stór hluti af fíknunum og meðvirkninni. Já, kvíðin er stór hluti af fíknunum sem ég finnst reyndar mjög áhugavert af því að Já, maður bara er alltaf að hugsa þetta, líka bara í allri umræðu geðsjúkdóma og sjálfsvíg og annað, sko, þá náttúrulega kemur það alltaf upp á borða að hvað vímuefni eru mikil olía og eld, sko, geðsjúkdóma og kvíða og allt, en á samaskapi þá leitar fólk mjög oft í þetta vegna þess að það er kvíðið og það er að reyna að sefa sig. Það er að reyna að sefa sig. Og þú ert væntanlega náttúrulega fíknifræðingur. Þú veist, þá ertu væntanlega að fást við það að fólk er að koma til þín sem er að glíma við fíkn, ekki satt? Já. Og ertu þá... Og aðstandendur. Og aðstandendur, já. Og í hvernig vinnu ertu með þannig fólk sem er bara, þú veist, er bara, já, í aðstandendur og alkoholistar og annað. Hvað ertu að gera með slíku fólki? Já, við erum mjög mikið bara að skoða einmitt. Hvað er það? Hvað ertu að díla við í dag? Já. Þú veist, Hver er ástæðan fyrir því að þú sækir í þetta? Já, og líka bara, þú veist, og við þurfum að muna það að þetta er sjúkdómur sem er flokkaður á líkamlegan og félagslegan og andlegan máta og við þurfum að taka tillit til þess á allan hátt. Þannig að við þurfum að athuga að við erum með sjúkdóm og við erum að skoða hvernig það er gert, hvar hann er stattur í okkur. Og eins líka andlega, hvernig líður okkur, á hverju líður okkur svona og hvað tógar okkur í það að fara að nota eitthvað til þess að sefa okkur.
Og sko taugakerfið okkar, það að verða til á okkar, það alltaf að verða breyting á því hvaða tala sett, en ég held að við séum í rauninni bara 20 að verða svona svolítið heil í okkur með taugakerfið okkar. Og auðvitað byggir það mjög mikið á því að ef við erum með kannski lítið þroska taugakerfi sem hefur orðið fyrir áföllum eða tilfinningarlegum vanrækslum, að þá eigum við svolítið erfitt með að sefa okkur. Já. Og þá eigum við ekki náttúrulega bjargir til þess meinar svona. Nei, og það er það sem er og eins líka og ég minni á að þetta er auðvitað ekki allt saman sem er að gerast inn í fjölskyldunum og sérstaklega ef við erum að verða fyrir áföllum af mannavöldum, hvort sem það er inn í fjölskyldunum okkar eða annar staðar, að þá verður taugakerfið okkar fyrir og getur verið að við fáum ekki jákvæða úrvinnslu, orðið fyrir mjög alvarlegum afleiðingum sem við þurfum svo að díla við. Þannig að við erum svolítið, og ég er svolítið að skoða með fólkinu að hvar er einmitt andlega líðanin, félagslega líðanin, líðanin í líkamannum, efnafræðilega, hvar er hún stödd? Er virk fíkn í gangi? Þurfum við að takast á við það? Er virkur kvíði? Er meðvirknin há? Og er andlega heilsan er tengsl vegna þess að auðvitað er það stór hluti af batanum að við eigum andleg tengsl, við eigum einhver tengsl við okkar æðri mátt sem er gríðarlega mikilvæg í því að eignast allan bata, alveg sama hvort að það er í tengslum við kvíða eða meðvirknin eða fíknina vegna þess að þetta er svo mikið samofið. Og náttúrulega mjög margir sem eru meðvirkir eru á einhvern hátt með einhvers konar fíkni hegðanir þó þau séu ekki með sjúkdóminn. Og þannig að það þarf að greina þetta allt saman og skoða vel. Sko ef þú dregur ályktanir af þínu starfi og bara því sem þú eru upplifað að ert að fást við með fólki, sko hvað myndir þú segja við sko ungpar sem er eignast barn og stendur fram fyrir því að ala upp einstakling, sko hvað skiptir mestu máli þegar maður er að ala upp börnin sín að leggja áherslu á, að því nú er maður ekki fullkominn og maður mun gera mistök, þú veist, ég hef gert mistök og ég uppeldi barnanum minn og þú hef gert mistök og allt þannig, það er bara þannig það sé sagt, sko. Þannig að við séum ekki ykkur bersivissir hérna og við gerum engin mistök. Sko, svona út frá því sem þú er reynt í þessu starfi og að því mér finnst alltaf svo dýrmætti að fólk getur tekið eitthvað með sér og þættinum sem það er svona, já, heyrðu, hvað á maður að leggja áherslu á þannig að kannski til þess að reyna að koma í veg fyrir að ala upp einstakling sem glímir síðan við kvíða? Já, sko, það er náttúrulega tengsl. Já. Tengsl eru og stundum þá segir fólk að ég sem er svolítið tengsl og heilanum. Já, en það er lítið að skipta máli. Já, það er bara það sem að mér finnst vera all svona grunnvinna. Já. Er tengsl. Það er við í góðum tengslum við börnin okkar og ég minni á og það er svo margt annað sem getur líka verið að gerast. Það er ekki bara þetta og við berum ekki ábyrgðina skilurðu alein. Það er margt sem eins og ég sagði áðan sem getur komið fyrir börnin okkar annar staðar. En þá er það líka það að við getum verið í tengslum við börnin okkar og eins líka inn í þessum fjölskyldum er gríðarlega mikilvægt að við séum ekki eða við séum að muna að börnin okkar, þau velja sér engin hlutverk. Að við setjum sem foreldrar, við höfum áhrif á þau hvað það, ef við erum lasin, þá höfum við áhrif á það hvað þau velja. Og þá meina ég inn í fjölskyldunum, þú veist að tala að við séum að velja okkur trúðshlutverkið eða ábyrgabarnið eða eitthvað slíkt. Og það er mjög mikilvægt að við séum svolítið vakandi fyrir því að ef að það hefur orðið fíkn og við erum að okkur er að batna, að þá er mjög mikilvægt að við athugum, þurfum við að hlutverka okkur og þurfum að hjálpa börnunum okkar eðlilega að hlutverka sér svolítið og fá bara fræðslu, fá að hitta fagfólk til að hjálpa sér en tengsl eru það sem er mikilvægast og eins og ég kalla svona krúttumúsu tengslin að þú veist að það að barnið okkar sé viss það að við elskum það og það sé öruggt og það sé ekki því að kenna þegar við erum á útkverfinu einhver staðar að það er gríðarlega mikilvægt inn í öllu og það er gríðarlega mikilvægt að við getum komið tilbaka og sagt við barnið okkar fyrirgeðu ástu mín, þú veist ég bara
var ómögulega áðan og það var ekki þér að kenna. Vegna þess að við, fullorðna fólki berum ábyrgð á börnunum en ekki öfugt. Og það það sem gerist svo ofsalega oft inn í þessum fjölskyldum að börnin fara að bera of mikla ábyrgð inni í foreldrakerfunum, inni í ábyrgðarkerfunum. Og þannig að þar verður til mikill ruglingur í sambandi við sjálfsábyrgðin okkar svo þegar við verðum fullorðin. Já, verðum við ringluð sem fullorðin einstaklingar. Og verðum oft þegar við verðum fullorðin þá verðum við oft það sem ég kalla svona ábyrgða þreytt. Og að því við erum búin að bera svo mikla ábyrgð oft þegar við erum lítil og við höfum svona gjarnan tilhneigingu til þess að vilja að aðrir taki ábyrgð á okkur. Og þá kannski sérstaklega makinn okkar. Hvort hann skilji okkur ekki og hvort hann skilji ekki hvað ég að hugsa og getur hann ekki vitað að mér líður svona núna og alls konar. Og við verðum dálítið hneykslaðar og svona. Og þannig að það svona ýmislegt, það svo ofsalega og ég geti talað þetta sko í marga klukkutíma við þig. En mér fannst bara mjög gott að fá þennan punkt, þá tekur fólk þetta með sér, þetta með tengslin og að það við sem berum ábyrgð á börnunum okkar en ekki öfugt. Það bara eitthvað sem ekkit endilega sko sjálfgefið að það sé alltaf. Nei og líka bara einmitt að við þurfum að æfa okkur. Já, við þurfum að æfa okkur. Ef við eigum þessa fortíð, þá þetta pínlítið, sko eins og ég segi pínlítið ringlað í okkur. Hvar á ég að bera ábyrgðin og hvar ábyrgð barnsins? Vegna þess að við speglum og börnin spegla okkur, þannig að oft þá þjónum við fullorðnu fólki meira heldur börnum. Við gerum oft of miklar kröfur á börnin eða þá akkurat þegar við erum svo að okkur að batna og við erum að sjá þetta allt, þá hættur okkur til að taka ábyrgðina af börnunum okkar. Já, þannig að við erum pínu svörkvít. Okkur vantar pínu miðjuna í okkur. Valdís Ösp Ívarsdóttir, takk fyrir komuna og bara þetta gefandi spjall. Takk hérlega. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og bara við kveðum hérna í dag. Ég þakka ykkur samfylgdina og við sjáumst aftur í næstu viku.